Sælt eru fólkið og velkomin með mér til Vopnafjarðar. Vopnafjörður er afskaplega fallegur staður og hér eru, alkunn hlýindi í það minnsta yfir hásumæði, hérna svona hitapollur og reynda líka kuldapollur yfir veturinn. Og í dag þó komið sér undir miðjan október, þá var hér hátt í 15 stiga hiti og það var svipað í gær. En áður en ég fer að spjalla við Vopnfirðinga, þá ætla ég að bregða mér með ykkur í smá ferðalag. Við förum hér aðeins inn úr sveitinni og síðan aftur til austurs og aftur inn héraðið, alla leið inn í Fljótsdal, inn á Melarétt. Nú þar voru bændur að rétta, voru að vísu ekki allt og hressir því að það gerði hvell, þannig að þeir töldu næsta víst að heimtur væru slæmar. En ég spjallaði við gangna foringjan. Það var náttúrulega mjög mikið svona áhlaup sem við fengum. Við vorum þó búin að bjarga miklu, það var gekk í veðrið. En það var á Smalasvæðinu sem liggur norður í Jökuldal, það er búið að finna fendfé þar, svona bæði dött og lifandi, en við veitum kannski ekki alveg svona nákvæmlega hversu mikið þetta tjóni er, en það hlýtur að vera eitthvað sko. Og það menn enga hugmyndum, ekki fannir að sjá hvað vantar margt? Nei, það er nú erfitt að gera sér grein fyrir því. Menn er ekkert farnir að fara í gegnum þetta og slátra, þannig að meðan að það er ekki, þá vita menn lítið það sko. En ljóst að það hafa orðið einhver afföll? Já, það hafa orðið afföll. En eins og ég segi sko, þá náðum við að bjarga miklu áður en að gekk veðrið og sem betur fer sko. En menn hefðu kannski þurft að fara fyrir, en það var svolítið erfitt að ná saman mannskap síðustu helgi og því var þetta verra heldur en hefði getað orðið. Mikill snjór upp á heiðinni? Já, það er mikla fannir. Mikil skefli undir öldum og í grafningum og við ár og læki. En kannski svona útkoman betri heldur en óttuðust að hún yrði þegar veðrið stóð sem hæst? Maður kannski þorir nú ekki að segja alveg til það ennþá sko, en maður er nú svona rólegri eftir að maður er búinn að fara yfir svæðið. Ég held að við höfum nú kannski svona sloppið með skrekkin sko, en það er eflaust farið ykkur slatti. Það eru einhver afföll, en ég held að það sé bara vonum framar hvað þetta hefur sloppið til. Með að við hvað veðrið var vont. Þetta svipar til veður sem var hérna í ágúst 1971. Þá fórst fullt af fé niður í Vopnafirði út í Jökulsárhlíð og hérna austan til á heiðinni. Og þetta er svona svipa núna, þetta var ekki eins mikið úrfelli núna og ég held að það nú kannski bjargað. Ég fór ekki verð. Nei. Nú er þetta falleg og söguleg rétt hafi verið handtak að hlaða alla þessa veggi á sínum tíma. Já, það er náttúrulega mikið mannvirki og mér finnst að það megi til að halda þessu við. Mér finnst það skemmdarverk að byggja nýja rétt. Ég vil láta halda þessu rétt við þó að það kosti offjár. Og það var nú, á sínum tíma var nú maður hér sem var búinn að hlaða þó nokkuð af veggjanum. En svo féll hann á frá og náttúrulega þá var sjálfhætt. Það hleður ekki hver sem er svona grjóti, menn þurfa að hafa einhverja kunnáttu. Þetta hefur verið mikið verk á sínum tíma með það verkfæri sem til voru fyrir ríflega 100 árum. Já, gríðarlega sko. Ekki hef ég hugmynd hvað þessi rétt er gömul að stofnun til. Það má vera hér hafi verið réttað frá Örófi alda, en ég hef bara ekki hugmynd hvað réttin er gömul. Er sauðfjárbændum og leið sauðfé hér á Afrétti alltaf að fækka? Já, því hefur náttúrulega fækkað mjög mikið. Ég held að við séum að rétta hérna kannski þriðjunginn af því sem að var þegar ég man fyrst eftir. Þá var talað að væri 10.000 fjár hérna að deilkurinn hérna almenningurinn tæki 10.000 fjár. Mér sýnist að við notum kannski þriðjunginn af honum í dag. Og þá tóku réttastörfin allan daginn. Þá að byrja að reka réttin að smala nesin
klukkan 7 á morgnana og menn voru svona að skríða hérna úr rétt inn í rökkrinu. Svona þessum þurftu aðeins að syngja og lengja daginn. En núna finnst manni þetta óttalega orðið snöndlegt. Það er búið núna, það er sauðfé núna af 17 bæjum hér í Fljótsdal af 33 sem að voru á sínum tíma. Og nú lyfta menn ekki einu sinni fleyg? Nú sást ekki fleygur í dag og það er kannski til marksum niður aftur förina í þessu. Það var ekki engin maður með mönnum, öðru sem að færi kendur úr réttinni. Og það var til saga af því að það var strákur sem ekki vildi vín og það var bara tekið og hellt onni hann. Nú, Hjörtur varð frægur á Íslandi á sínum tíma og þó víðar væri leitað fyrir að ná mynd af meintum Lagarfljótsormi. Nei, ég hef ekki séð frá því þarna, hann kom og satt fyrir. Ef þetta var þá ormurinn, það er alltaf veit enginn. Þá er ekki allir armlega vissir að þetta væri í raun Lagarfljótsormurinn sem Hjörtur myndaði. En bandaríska alríkislögregla sendi hingað 11 manna lið til þess að reyna að endurgera það sem að ég sá og tók mynd af í ánni og þar á meðal var einn FBI fulltrúi. Og niðurstaða þessarar heimsóknar var sú að þetta hefði verið dautt rekhald í ánni sem ég náttúrulega alfarið andmæli og spurning hvort að sannleiksnefndin treystir sér til þess að ganga gegn vitnisburði eða því sem að alríkislögreglan í Bandaríkjunum hefur gefið út. Nú, héraðsmenn hafa löngum verið miklir húmoristar og til þess að halda umræðinu Lagarfljótsorminn gangandi þá var sett á fót svonefnd sannleiksnefnd sem átti að kalla Hjört fyrir. Nú, hann reiknaði fastlega með því að þegar hann kæmi fyrir nefndina þá yrði það sjálfur presturinn á Valþjófsstað sem yrði formaðurinn og það yrði hann sem kæmi til með að yfirheyra Hjört. En Hjörtur var nokkuð klár með svarið. En ég hafði hugsað mér að ef að presturinn færi að bera eitthvað brigður á þetta, hvað ég hefði séð, þá og tilvist ormsins hefði nú öll byggst á sögusögnum en menn hefði tröðlega séðan, þá ætlaði ég að spyrja presturinn, trúir þú ekki að Guð? Hefur þú einhvern séð hann? Það hér og fagur dýrðar dagur, döggvot jörðin brosir hlýju sumrinu mót, Fljótsdal sér hann sveipað inn í sindrandi grænan skóg, sólgullið skín Lagarfljót. Og við siglum tvö í sunnan blænum, svona getur lífið verið elskendum gott, í ljósu hári leikur blærinn ljómi úr augum skín, loks hefur ræst óskin mín. Getur orðið okkar ævi, eins og draumasigling yfir glitrandi reynum bæði að halda í þessa hamingjuljúfu stund, hugsa og þrá nýja
Heyið okkar það líður landi grænu frá, svíðum nú saman sæl þessa skínandi slóð, gleði, bros og gaman, greipti minningasjó, greipti minningasjó, greipti minningasjó. Nú þá lá ekkert annað fyrir heldur en að reka féð heim og síðan taka við ýmsir snúningar hjá bændum og búaliði í kringum féð. Það þarf að sortera úr það sem á að setja á og tína til það sem fer beint á sláturhúsið og gefur bændunum tekjur. Og til þess ég komin hingað á Vopnafjörð að líta inn í sláturhús Vopnfirðinga. Þeir eru svo lánsamir Vopnfirðingar að eiga sitt sláturhús. En á sínum tíma voru sláturhús vítt og breitt landið, nánast í hverri vík og hverjum firði. En þeim hefur fækkað stórlega. Ef við lítum hér frá Vopnafirði til vesturs, þá næsta hús á Kópaskeri og í hina áttina, hvað skildi næsta hús vera? Bara á Höfni og Hornafirði, það rekið sláturhús þar sem norðlenska rekur reyndar. Það semst sláturhúsi sem var á Hornafirði í Kaupfélaginu þar, það núna rekið af norðlenska. Það næsta hús hér austan við okkur og næsta hús eins og sagði norðan við Kópasker. Ykkur hefur tekist að halda í ykkar einingu? Já, það nú bara vegna þess að þessi, þessar byggingar, þær eru í þokkalegu standi og þetta endurnýjað þannig að þetta nota þær. Ef þetta byggja þetta eitthvað frá grunni fyrir síðustu 20 árum, það hefði engin leið við að gera það, til þess að reka sláturhús sem að slóa 30.000 fjár. En meðan að þessar byggingar standa fyrir sínu þá það hægt. Það ekki meira fjármagn liggur í fjárfestingun en þetta. En það ekki líka gríðarlega mikið svirði fyrir sauðfjárbændur í Vopnafirði og nágrenni að hafa sláturhús? Nú, það held ég að það og menn eru mjög umfram það að halda þessari framleiðslu hér og þetta líka bara gífurlegt öryggi því að við erum á því landshorni að það getur nú verið stundum bara geysilega erfitt að keyra þessu öllu. Það náttúrulega ekki að ræða að lóa því nema annaðhvort á Húsavík eða Sauðárkróki því að það aldrei lóg fé af þessu svæði sem ég á og þeir aldrei lóg Hornafirði. Það hús full nýtt og það kemst ekkert fé þangað, ekki einu sinni sunnan til Austfjörðum. Svo manni að það var talað það á sínum tíma þegar sláturhúsum fór að fækka að það væri of mikið lagt á féð að vera flytja það langa leiðir til sláturhúsar. Hefur það nokkuð breyst? Ég skal ekki dæmi það eru svo sem verið gerðar einhverjar rannsóknir á þessu en það bendir náttúrulega ýmislegt til þess að það allavega ákveðin þolmörk sem má ekki fara yfir og það kannski fyrst og fremst að ef það mjög erfitt tíðarfara þá getur þetta orðið allt of langur tími. Ef allt í rjóma veður þá kannski sleppur þetta til, keyra af Austurlandi á Húsavík, Sauðárkrók en nú lengra náttúrulega ekki að ræða að keyra og við vitum það bara þegar koma einhverjum miklir snjó eða erfiðleikakaflar á haustin þá getur þetta verið eiginlega allt of langur tími sem tekur að keyra með fé. Ertu ekki bjartsýnn á að ykkur takist að halda þessum rekstri áfram? Ég hef enga trú á öðru en að við getum það næsta ár. Það getur svo sem ekki séð með nokkur ár fram í tíman. Það getur svo sem alltaf eitthvað breyst en húsin í þessi stóru ég veit svo sem ekki hvað þau geta bætt miklu við sig. Kannski gætu þau bætt þessu við sig ef þannig færi en við þurfum ekkert að vera að hugleiða það ekki allra næstu árum. Jæja Einar, hvert þitt hlutverk? Það að skrá niður lömbin og koma þeim inn í tölvukerfið, númeranum af lömbunum. Þú tekur númerin af lömbunum og slæri inn þannig að eigendur fái sín arð? Já, við tekum við númeranum þegar búið að taka við úr lömbunum. Og hvað þetta orðið gamall? Ég var 78 ára. Ég að vera 79. Og þér hefur ekkert munað að læra á tölvu til þess að geta staðið við verkið? Kann ekkert á tölvu. Bara að slá inn á hana og ég kann ekkert að vinna með henni. Þú kannt það sem þú þarft að kunna? Já, ég kann bara það sem ég hef kjent á. Skipta eigendur í tölvunni og slá sig inn númeri. Það eina sem ég. Það þá þína ábyrgð að bændur fái sitt innlegg? Já.
Við erum að fylgjast með mörkunum líka. Það sé fyrir að lóa réttum lömpum inn og rétt að eigenda. Einar Helgason var hérna upp í réttinu og var að taka við lömbunum og svona eiginlega stjaka þeim síðasta spottan. Er það gamall og tryggur starfsmaður? Já, hann er búinn að vera hér mörg ár og alveg síðan að byrjaði þetta 2005 þá hefur hann verið þarna. Áður var hann svo sem ýmsu öðru, þá var hann markamaður hér lengi og hann reyndar bara drap nú allt hér í fjöldamörg ár. Ég bara þori ekki að segja hvað það er langt síðan hann byrjaði hér, það eru örugglega 25 ár sko. En hann var ekki hér sko mjög snemma á sinni starfsævi, þá var hann eingöngu í búskapnum. En sauðfjárrækt ekki verða atvinnuvegur. Heldur? Heldur bara hobby. Allir þurfa að vinna með sauðfjárrækt. Þess að þau hafi full vísitölubú. Það kallir ekki atvinnugrein. Bæði hjóna þarf að vinna utan heimilis til þess að hafa í sig. Þú vilt meina að sauðfjárbændur hafi ekki nægilega tekjur? Nei, vantar svo mikið á það. Annarkvort er það eða þá að þetta er græki. Er þá ekki hægt við bara að sauðfjárbúskapurinn reynilega leggist á, menn gefst upp? Jú, nema bara sem skemmtigrein. Bara með að vera með 100 kindur í ganni sínum. Það gefur bara allir upp á því. Sé nú bara víðast þannig að þeir sem vinna við sauðfjárbúskap, þeir vilja vinna við þetta jafnvel þó þau séu mjög misjöfnum forsendum, sumir eru ekkert mjög margt, vinna þá við eitthvað annað eins og þú segir. Aðrir eru kannski með það stór bú að þið geti engangu lifað af þessu. Það er samt mjög sjaldgæft að sé nema einn, við skulum segja hjónreka bú, það er sjaldgæft í raun og veru að sé nema atvinnu nema fyrir einni svona bú. Það gerir árstíða topparnir og þar sem er tölvöld stór sauðfjárbú þá er það með algengara að konan vinni eitthvað annar staðar með þegar hún hefur möguleika að vera á minnimarkað og má vera að sko. Það gera þessir, ekki síst hér norðan og austanlands, það gera þessir toppar á vorin og reyndar haustin líka sko. Það eru svo fjöldamargir sem eru bara með kannski sauðfjárbú sem að skaffar einum aðila hálfar eða 3-4 tekjum og vinna svo eitthvað með og það er bara ekkert athvert við það. Ég er ekki neitt talsmaður þess að öll sauðfjárbú sé eitthvað rosalega stór. Þetta er eiginlega allt annars eðlis heldur en mjólkurbúskapurinn. Þar er þetta orðið svo tæknivætt að búið verða að vera stór og þau munu bara verða fá og stór og munu sjá halda áfram jafnvel að stækka eitthvað. Þó held ég samt að þau séu kannski mörgum tilfellum komin í þá stærð sem er hendur, sem eru með kannski framlega 300-500 lítra, það sé ekkert mjög hagstætt að stækka það mikið úr því. Þú heyrir maður jafnvel af yngra fólki sem hefur áhuga á því að fara út í búskap, er kannski von til þess að fara aftur að verða sóknarfæri í sauðfjárbúskapnum? Já, ég held að það er alltaf, það er svo sem misjafnt hvernig gengur en maður verður var við það að það er ungt fólk að fara í þetta og hefur áhuga á því og það er nú þannig hér í Vopnafirði að það er til dæmis hjón sem byrjuði að búa fyrir mjög stuttu hér lengra inn í dal. Það er mjög þægilega aðstæða fyrir að bæta vissu tekjum við Hofsá, bæði við veiðivörslu og við rekstur á möttuneyti þarna á sumrin, þannig að ef að fólk hefur möguleika á þeim tíma sem er kannski lausasti tími sauðfjárbænda, allavega heiðskapur gengur mjög vel í góðu tíð, þá eru þetta mánuðin sem hægt er að vera auðveldast að vera í aukatekjum. Jæja, segðu mér, hvert er þitt hlutverk? Það er að klippa úr númerin. Klippa númerin á lömbunum? Já, og láta Einar hafa þau. Setja þau hérna yfir rennuna. Þú sérst að sendir þau beint í dauðan? Beint í Guðs. Heldur það að þau finnið það á sér hvað er að gerast? Já, þau vita það. Það er alveg gott, Einar, heldur þau viti lömbin hvað er að gerast? Ekki, nei, þau veit ekki hvað er að gerast en þau vita það bara að þetta á ekki að vera svo. Þetta er ekki þeirra eðlilega umhverfi. Jæja, er þetta þitt fé sem er verið að leiða hérna til slátrunar? Nei, það er nú ekki mitt fé. Það er hérna í næsta hólfi hérna fram að við. Það kemur núna og eftir þessu. Þú fylgir þeim alla leið? Já, alveg frá vöggu til grafar. Það þýðir ekkert annað. Við vökkum yfir þessu allan sólarhringinn á vorin og viljum helst ekki að drepast þetta einasta lamb. Svo þegar að haustar þá er þessu smalað og þá er leiðin þessi, fara í sláturhúsið. Og svo disk landsmanna vonandi sem fyrst og sem mest. Heldur að lömbin finnir það á sér, hvað stendur til?
Það held ég ekki. Ég held að þau finni það ekkert á sér. Þetta er rekið sitt á hvað, bæði í réttum og heim í húsum og svo hér. Ég hef nú ekki trú á því að þau gerir það grein. Þú segir kannski eins og sláturhússtjórinn forðum, þau venjast þessu. Já, það var nú reyndar ekki sláturhússtjóri sem sagði þetta, sko, beint. Það var hér gamall bóndi sem bjó hér norður í Hvammsgerði. Hann var að reyna að reka sláturféð yfir gömlu selóbrúna. Gekk illa. Það voru náttúrulega menn með honum. Þá sagði Karl að þessa setningu sem hefur nú lifað hér meðal manna, skildi nú ekkert í þessu, þau verður að rekja þetta hverju ári. En það dugði bara ekki til. Það voru náttúrulega ekki sömu lömbin sem maður raka hverju ári. Ég vil fara upp í sveit, þar í sumar vil ég vinna, veit ég þar margt að finna. Ég vil reyna eitthvað nýtt, því ég veit allir elska kaupa konur og í jeppa oftur skreppa. Ýmislegt mun gerast þar sumarkvöldin, þó með einum oft í leinum. En ég fari það mig skaðað getur ekki neitt, og mig dreymir oft það sem þar gerist þegar sólin brennur silla bak við fjöllin, því að sveitin er engu öðru lík. Upp til heiða, inn til dala, liggja okkar tveggja slóð. Nú hefur þú verið við sauðfjárbúskap sjálfur. Er þetta alltaf sama hringrásin að halda lífin í lömbunum á vorin og svo að skera á haustin? Já, það er alltaf. Eiga sem flest lömb á haustin til að skera, það er aðalatrið. Og alltaf jafn gott að búa í Vopnafirði? Já, það hefur nú yfirleitt verið mjög gott að búa hér. Við bara skoðum jafnvel 200-300 ár. Það eru einstaka ár sem verða hér mjög erfið. Það hefur alltaf verið, en það er nú yfirleitt nokkuð langt á milli þeirra. Og í nútímanum erum við náttúrulega ekki eins háðir því. Það er hægt að útvega fóður og flytja fóður að ef það kemur eitthvað hrikalegt vor. Það hefur ekki gerst lengi. Það hefur reyndar ekki verið komið hér neitt kuldavor einhver 2 eftir 1970. Það er ekki mikið meira á 40 árum. Og það er nóg fyrir alla að gera. Ég sé að þú þurft að sækja fólk langt að í sláturum. Og fólki sem býr í þorpinu, það hefur bara allt saman meira nóg að vinna hér hjá Granda. Mest er þetta við uppsjá fisk sem eru 3 tarnir á ári og svo er einhver hlé á millin. Það er bara vaktavinna á hinum tímunum, þannig að þessi fólki veitir ekkert að vera bara í fríi þegar þessi hlé koma. Til þess að núna hlé hjá Granda, samt er nánast ómögulegt að fá aflýsingar fólk þegar einhverju veikir. Því fólki vill bara vera í fríi þennan tíma sem er laus á milli vertíða. Núna er þetta milli makrísis og til síldin kemur. Þetta er kannski 2 vikur og byrjar á síldin. Þannig að það er vænlegt fyrir þá sem hafa lítið að gera að flytja til Vopnafjarðar. Já, það er eina vandamálið, við höfum ekki húsnæði á lausu. Þyrfti að byggja hér eitthvað að leiguíbúðum, svona minni leiguíbúðum sem fólk geti pröfað að vera á staðnum. Það er raunverulega það sem er, því að eins og allars staðar annars staðar, þá eru mjög mikið húsnæði hér þar sem eigandinn býr bara einn í og því verður ekki breyta. Hann er ekki tilbúinn til þess að skipta því neitt sundur. Þegar bara gangi ykkur vel. Takk fyrir.